Númer 1, Tyler Ström. Númer 3, Bergþór Bjarni Ágústsson. Númer 4, Dagur Freyr Jónasson. Númer 5, Gunnar Aðalgeir Arason. Númer 6, Heiðar Gauti Jóhannsson. Númer 10, Jóhann Már Leifsson. Númer 11, Pétur Elvar Sigurðsson. Númer 13, Guðni Steinn Blöndal. Númer 15, Baltasar Ari Hjálmarsson. Númer 16, Daniel Snær Ræjan. Númer 18, Ormur Karl Jónsson. Númer 21, Ólafur Baldvin Björgvinsson. Númer 22, Andri Sverrisson. Númer 23, Hafþór Andri Sigurðarson. Númer 24, Björn Már Jakobsson. Númer 26, Elvar Örn Skúlason. Númer 28, Unnar Hafberg Rúnarsson. Númer 35, Róbert Andri Steingrímsson. Númer 43, Atli Þór Sveinsson. Númer 91, Róbert Máni Hafberg. Númer 96, Matthías Már Stefánsson. Númer 98, Birgir Rafn Einarsson. Dómari kvöldsins Sindri Gunnarsson og honum til aðstoðar eru Guðni Helgason og Elvar Hjálmarsson. Góða skemmtun!
halló. Rúnar Freyr Rúnarsson heiti ég. Þið eru mætt hérna að horfa á leik Skautafélags Akureyrar og Skautafélags Hafnarfjarðar. Við bara rennum svona yfir listið svona hægt og rólega. Byrja hérna inn á hjá okkur núna Jóhann Leifsson, Unni Blöndal og Baltasar Hjálmarsson. Svona Degi Jónssoni og Gunnar Arasinni. Nú eru Gunnlaugur Guðmundsson, Ævar Argrímsson, Andri Guðlaugsson, Heiðar Kristviðarsson. Leikurinn byrjar þar sem hann endaði í gær í varnarsvæði Hafnfirðinga. Og hann færi bara strax og Gunnar Arason setur hann yfir í ákjósanlegu færi þarna. Áframhalda þetta var Dagur, kemur svo niður á Gunnar, Gunni missar að Rósen. Feistu tilbaka, duglegur Gunni. Það er æsing. Það var æsingsspennandi leikur hérna í gær, endaði 5-2 fyrir Skautafélag Akureyrar. Þá koma Hafnfirðingar upp í sinn hérna. Allir vinnir bökkinn, kemur upp á Haffi yfir á Robbi með Unnarinn á marki. Færna! Munaði litla þessi sendinguna í þetta leið. Það var Unnar Hafberg. Það var hérna pressu. Hafnfirðingar vinna bökkinn. Bergþór Bjarmi gerir hérna heiðarlega tilraun til að tækla Ævar. Það var eins og bara að hlaupa á múruvegg. Áfram heldur sókn Akureyringa. Aftur reynsa Hafnfirðingar. Ormur Jónsson á með 2 mörk í gær. Hann byrjaði þessa sókn, kemur þessu upp á Matta Stefáns. Hún bara inn á ræði, skjóttu bara drengur og færi! Þarna munaði litlega að Óli Baddi náði að setja hann. Radek Haas, markmaður Hafnfirðinga, átti stórleik í gær. Var frábær, sérstaklega í þriðjulótu þar sem hann varði alveg eins og berserkur. Fyrir ykkur sem að heima sitjið en eru samt á Akureyri, þá hvet ég ykkur eindriði til að koma frekar í höllina heldur en að sitja heima og hlusta á mig. Þið eru líka hægt að fá bestu hamborgara í bænum. Það er nú bara þannig, það er engin lygi. Eitthvað sá Sindri athugavert þetta uppkast og Guðni þarf að endurtaka það. Og Essa vinnur þetta uppkast. Daniel missir bökkinn frá sér hérna. Kemur Ómar Söndrursson, setur hann bara djúpt, eða setur hann á markið. Þormósson þarna og Styrmir Mokk. Þeir voru góðir í gær. Það var að reynsluboltinn Björn Jakobsson missir pökkinn frá sér. Þeir flottir þarna saman, elsti maðurinn í liðinu og líklegast yngsti, Daniel Ryan. Saman í vörninni, Björn Már Jakobsson með svokallað langskott. Annars eru aðri leikmenn Skautafélags Akureyrar með 3, Bergþór Ágústsson, 43 Atli Sveinsson, 91 Róbert Hafberg, 23 Hafþór Sigurðarson, 28 Unnar Rúnarsson. Og inn á núna eru Andri Sverrisson, nr. 22, 11 Pétur Sigurðsson, 6 Heiðar Jóhannsson. Þetta var ekki notalegt. Daniel Ryan fær hann þarna í sig. Og í vörninni eru þarna Björn Jakobsson nr. 24 og Daniel Ryan. Það var eiginlega skotin út af bara. Þá eru þeir mættir hérna. Ævar reynir að plata Una þarna, tekst ekki, Unni setur hann bara djúpt. Heyrist vel í Ævar eins og vanalega. Það var Unni í einhverju baráttu þarna.
Dagur Jónasson setur hann beint í lappirnar á Ævari, vel blokkað. Dagur með hann fyrir markið en þar enginn. Heiðar Kristiðarsson setur þetta bara út en kemur þessi ekki að leið. Jóhann Leifsson settur niður hérna. Ævar að fá dóm hérna. Fyrir hvað er ég ekki viss. Crosscheck. Það er ekki Ævar, nei. Jújú. Það bara er ekkert í dómaranum. Hann er að sjálfsögðu blásaklaus eins og allir aðrir leikmenn sem lenda því að fara í boxið. Kannast við þetta. En nú lítur eitthvað gott að gerast. Ekki Hauks í græjunum og skötum við Akureyri í powerplay. En við byrjum því að heilsa hérna Hafnfirðingar og Atli Sveinsson sækir puckinn djúpt. Kemur á ferðinni bara. Það getur skautast strákurinn. Róbert Haber kemur svo Óli Bati aftur á Róbert. Róbert lappar, finnur skotið bara. Fínt skot. En Hafnfirðingar komast út og fá 2-1 hérna. Vel gert hjá Atla Sveinsinni þarna, hann beið allt og lengi þarna, Björn Róbert. Þeir gera vel hérna Hafnfirðingar í að drepa tímann. Ekki nógu vel leyst hjá Akureyringum þetta powerplay. Það er Jóhann Már Leifsson sem fær puckinn. Hann lappar bara inn í svæðið. Heldur þessu bara, kemur þessu vantarlega upp á bláu. Þarna já. Og missa hann út fyrir, nei. Þetta var bara út fyrir, en allt er að. Það fylgir að koma þessu út. Í markinu hjá Akureyringum í dag er Róbert Stengriðsson, heimamaður og snillingur. Og þar sem áður Radek Haas í markinu hjá Hafnfirðingum. Tyler Sturm hjá Akureyringum og Gunnlaugur Thoroddsen hjá Hafnfirðingum bíða spenntir á bekknum með hvað kemur upp á. Sperrtir og klárir. Það eru 90 sekúndur eftir af þessu powerplay, þannig að Hafnfirðingar þurfa að tóra í 90 sekúndur í viðbót. Hafberg vinnur uppkastið, Atli Sveinsson reynir að þræða puckinn hann í gegn, tekst ekki. Kemur Atli á ferðinni, setur hann bara hátt upp á Hafþór. Hafnfirðingar koma þessu út. Bæði eru að spila fulla mannskap, 5 á 5. Jónsson með slakasendingu hérna upp. Róbert Haberg nær þessu engu að síður. Sleppur hérna fram hjá mönnum, kemur þessu yfir á Orm. Ormur sjóð heitur í gær en hann tekur ekki skot í þetta skiti. Unnar Finnur, hann fyrir með skot fram hjá. Nú er Haberg aftur með puckinn. Heldur þessu einhvern veginn og Ormur. Áframhaldaði pressunni, Ormur. Takk fyrir skotið bara. Fínt. Þetta fer af Radek markmanni og upp í netið. Við mættum aftur inn á hérna sleggjurnar hjá Hafnfirðingum. Egill Þormós og Björn Róbert. Og Ómar Söndursson. Styrmir kemur þessu ekki út, en núna Björn Róbert, Finnur, hérna Egill, Finnur, Styrmi, en Akureyringar ná að komast fyrir þetta á síðustu stundu. Birkir Einarsson að fá dóm fyrir líklegast charging eða bara crosscheck, ég er ekki alveg viss. Óþarfa tækling.
Já, charging. Þá fá Hafnfirðingarnir sénsinn í yfirtölu. Þeir setja sjálfsögðu sína bestu menn inn á. Okkar heimamaður hérna, Heiðar Kristiðarsson, kominn á kantinn með Agli og Birni Róberti, Styrmi og hver er með þeim hérna? Ómar, 100. Við náum að reynsa þetta út hérna og Radek Hass tökum við þessu. Pétur og Heiðar Gauti eru orðnir sannkallaðir sérfræðingar í penaltykilinu og hafa verið að gera mjög vel. Þetta var aðeins og seinir hann strákar mínir. Þetta þarf að fara út. Vel gert hjá Heiðari Gauti þarna. Gunnar hefur allan tíman í heiminum til að setja þetta djúpt bara. Kemur Heiðar Kristiðarsson á ferðinni, sækir puckinn, droppar hann aftur niður fyrir Björn Róbert sem að setur hann á Alex Kotalek. Og við reynsum aftur út. Lítið að gerast hjá Hafnfirðingum í powerplayinu, eins og bara hjá Akureyringum áðan. Þessu kom þær inn og þá var það Steinar Páll í færi. Róbert sér við honum. Og Alex Kotalek, hann er lúmskur. Finnur þetta til að Swallow á vinstri kantinum. Og Ævar Arngrímsson, okkar maður hérna. Og Alex Kotalek með skot sem að Róbert ver. Matti gerir vel hérna, kemst fyrir þetta. Þeir eru á ógnar hessilega núna, Hafnfirðingar. Bjarni fórnar sig þarna, missir hjálminn. Má ekki halda áfram. Ætlaði sig nú að halda áfram hjálmlaus þarna en liðsfélagar hans á bekknum höfðu við til honum þarna. Og puckurinn fer út. Þetta er að renna út í sandinn hjá Hafnfirðingum. Og við spilum 5-5 aftur. Það er áhugavert að vita hvað við höldum Róbert að marga að spila mínútur í leiknum í gær og hörku formið strákurinn. Það var Gunnar Arason. Leitar að Heiðari Gauta þarna en kemur þess ekki yfir. Tæpur þarna Gunnar og Unni með skoti bara. Það er blokkað. Og þeir eru konur í breakaway, Ævar Arngrímsson og hann setur hann 1-0 á móti svonum gömlu heimamönnum. Feiki vel klárað, alveg feiki vel klárað hjá Ævari. Svolítið gegn gangi leiksins en engu að síður, þegar þú pressar svona mikið í sóknarsvæðinu þá er þetta alltaf pínu hætta að fá skyndisókn á sig. Þessi Björn Róbert sem er snáður fyrir þessari stóðsendingu líklega. Við höldum áfram. Bergur Bjarni setur pressuna hérna og Róbert Hafberg vinnur hérna puck og Hafþór finnur Róbert, missir hann frá sér. Það var þröngt. Koma Hafnfirðingarnir aftur. Hafþór dulur tilbaka og Unnar finnur Róbert og það er flaut. Interference á Hafþór að ná sér í að auka mínútur hérna. Þetta var klaufalegt hjá honum, algjörlega glórulaust. Jæja, Hafnfirðingar fá þá annað tækifæri, einum fleiri og mér finnst líklegt að Hafþór sé að fá 10 mínútur aukalega eða þá 2+2, ég er ekki viss. Bíðum spenntir og bent.
2 mínútur aukalega, takk fyrir. Þannig að Akureyringar verða einu færri í 4 mínútur. Þetta er ekki gott. Og sem þýðir það líka fyrir þá sem ekki þekkja reglunar að ef að Hafnfirðingar skora á innan við 2 mínútum þá fellur bara út fyrir refsingin og þeir verða áfram einu færri. En Pétur er ekkert á því. Hann er komin upp með Heiðar Gauta með sér hérna. Finnur, tekur bara skotið. Já, fínt. Heiðar Gauti í frákastið. Radek Hass sér þetta. Já, það var eins og ég held án. Björn Róbert Sigurðsson skráður fyrir stóðsendingunni og Ævar Arngrímsson fyrirhugjandi meðlimur Skötufélags Akureyrar og Skötufélags Reykjavíkur. Mikið kameljón. Ekki frá því að rauði litur, hún far honum samt best sko. Það var það Heiðar Kristleifsson, annar fyrirhugjandi heimamaður hérna með ágætt skot. En framhjá. Og það var Björn Róbert Egill. Setur hann aftur upp á Björn Róbert sem kemur líklegast með henni yfir. Bara nei, tekur skotið bara. Róbert Stengursson sér við þessu. Ormur í baráttunni, gerir vel þarna. Björn Már Jakobsson kemur þessu ekki út. Pétur setur pressuna á Björn Róbert. Gerir vel. Það vekk. Gamli maður smá flugferð. En heimamenn koma þessu út. Og koma Hafnfirðingar aftur. Það er Gus Jersey, nr. 18, sem að hérna var hann ekki Heiðar. Þeir eru ekkert ólíkir svona á svelli. Þá kemur Taylor Swallow bara upp allan ísinn. Tekur skotið sem að Róbert heldur. Augljósta plötusnúðu kvöldsins ef veit hvað hann er að gera. Annað lagi á stuttum tíma með Eikahauks. Legund í bransanum. Við höldum áfram. Taylor finnur Alex Kotaleksen með skot til Róbert Ver. Atli hirði frákastið og kemur svo út. Heiðar Gauti fyrstur hérna upp. Það kannski ekki setja ómikla pressu á Radek í markinu. Hann er alveg segur með pökkinn. Við hverju hefur verið að kvarta núna? Nú veit ég ekkert hvað er að gerast. Klokkur meðferðið. Það er dómur á Ævar Arngrímsson. Þannig að við spilum 4-4 núna í einhvern smá tíma. Sástu hvað það var? Ég er að fá einhverju upplýsingar hérna að hugsanlega hafi dómurinn verið á markmanninn en Ævar situr hann. Já, Radek Hass fær dóminn. Já, 2 mínútur fyrir delay of the game og Ævar situr dóminn af því að markmaðurinn getur nú ekki farið í bóksið. Þá koma Akureyringar Jóhann Leifsson. Lappa bara í gegn, ætlar að taka skotið en það heppast ekki. 4-4, það ætti nú að vera meira pláss fyrir okkur núna hérna eins að hérna. Sér hann út fyrir skiptinguna. Gunnar Arason missir hann frá sér. Unni Blöndal setur hann bara markið og munar litlu að Gunnar er að stýra þessu. Unnar Hafberg fyrstur í pökkinn í horninu.
Hann einn þarna með 4 en og meðan við vorum að skipta öðrum mönnum inn á. Hafnfirðingar komnir inn í varnarsvæði þessa en missa puckinn fljótlega. Þá það Atli Sveinsson. Finnur Unnar með skot en það blokkað af Taylor. Og Hafnfirðingar koma þessu út. Aftur kemur Atli upp í sinn. Komin í færi og setur hann yfir. Við erum svolítið í þessu núna að setja puckinn yfir markið. Það er Robert Hafberg. Býður með skotfæri, setur hann yfir á Orm Jónsson. Svo tekur bara skotið og sem Radek Haas á nú ekki miklu vandræði með. Hann ver þessi skot, langskotin ef það er engin fyrir framann. Það er ekkert að skjóta þarna ef það er ekki blokkering fyrir framann. En Ormur gerði með 2 svona mörk í gær þar sem það var gott skrín fyrir framann. Þarna, og þarna var færi. Hafþór með skemmtilegt tipp þarna. Og bara átt að hérna í horninu, Baltasar að reyna eitthvað að berjast við Taylor Swallow. Það var Arngrímsson með puckinn yfir á Taylor. Taylor missir hann eitthvað með lappana. Aftur ætlar að senda Ævar í breakaway en hann missir að þessu. Daniel Ryan kemur þessu hérna upp á 26, er það ekki Elvar? Jú, Elvar Skúlason. Það er yngsti maðurinn í liðinu, ekki Daniel Ryan. Virkilega efnilegur strákur. Kemur á mikilli hockeyætt. Halldór Skúlason, eldri bróðir hans, er nú einn af aðal varnarmönnum liðsins. Hann er reyndar fjarri góðu gamni núna. Eitthvað meiddur eða lasinn eða eitthvað. Og Andri Skúla, miðjubróðurinn, hann var nú líka hérna lengi vel. Hann er í einhverju pásu núna. Hann kemur aftur, það kom allir aftur. Áfram höldum við. Elvar Skúla í baráttunni. Og færi. Þetta var tæft. Og Akureyringar koma þessu út úr svæðinu. Vel spila hérna. Jón Leifsson með andra með sér og Gunnar Arason kemur hátt uppi. Gunnar Arason færi og hann er þetta. Aftur allar Radek að reynast Akureyringum erfiður. Hann er fjárri góður. Unni Blöndal finnur hérna Jóa Leifs og Jói sett hann bara. Nei, hann bara grípur þetta. Já, hann er betri en enginn, hann er markinu. Unni Blöndal setur hann yfir markið hérna. Unni djúpt og Jóa vissir hann frá sér. Unni setur pressuna en Egill kemur þessu út. Dagur setur þetta bara djúpt niður. Taylor heldur pekkinum. Unni með fína pressu. Taylor lendir í vandræðum. Fín pressa þarna hjá Akureyringum. Þeir koma þessu ekki út strax allavega. Nei. Og Taylor aftur. Unni með fína pressu og Balti kemur, Unnar kemur að hjálpa honum þetta. Vinna puckinn, Unnar með Haffæi í slottinu, Haffi færi og kemur þessu ekki að markið. Unnar upp á Atla, Atli yfir á Bjarma, Bjarmi skjóttur bara, hæg blokk. Fínt skot. Við vinnið hérna aðeins að láta finna fyrir sér. Þeir sækja svolítið grind núna Akureyringar.
En það pökkur þarf að fara fram hjá veggnum hann í markinu, það er... Það er uppkast í vörnarsinu, Heiðar Kristjánsson og Unnar Rúnarsson í uppkastinu. Unnar vinnur þetta upp á Bjarma, Bjarmi tekur bara skotið og Radek ver. Bjarmi aftur með skot, þessu tippa, Unnar finnur pökkinn í horninu. Kemur hann upp á Atla, Atli setur hann djúpt. Új, þessi var nú bara tæpar á að fara inn. Það þarf kannski bara eitthvað svona, eitthvað hérna, einhverja óhefnið á Radek þess að fara inn. Ég veit að þeirra trúar að ef leið og dettur einn hjá Akureyringu, þá opnast flóðgátnar. Aftur uppkast, Unnar og Heiðar tekur þetta. Róbert fyrstur í pökkinn. Finnur Bjarmi. Kemur sá Atla í. Munar litlu þarna. Ævar Arnarson gerir vel hérna. Missir hann aftur sem frá sér. Unnar Habögg fyrstur hérna niður í horn. Sækir þetta Atli Sveins yfir á Bjarma. Bjarmi fær pressun á sig en losar hana svona, já, nokkurn veginn. Kemur einhverja hálofta sendingu hérna á Birki Einarsson sem að kemur upp í sinn og það er rangstaða. Já, 2 mínútur 38 sekúndur eftir að fyrstu lotu en leiða Hafnfirðingar 1-0. Það væri nú áhugavert að vita hvernig skotin standa í þessum leik. Þess að menn sótt töluvert meira. En það er ekki nóg. Eins og sást í leiknum í gær líka þess að menn voru töluvert meira með pökkinn og í sóknarsvæðinu en leikurinn var engu að síður ræsið spennandi þar sem að Hafnfirðingar nýttu færið sér vel og Radek var í stuði, sérstaklega í þriðjulótunni. Þá koma þér Óli Batti, aftur rangstaða, Elvar Skúla, aðeins og graður þetta. Hann langar að skora. Jájá. Kristján Gunnlaugsson, Andri Þór og Steinar Páll fyrir Hafnfirðinga. Pétur Sigurður undir pressu, Andri Sverris í pressuna, Taylor. Hann er hérna gríðarlega sterkur á pekkinum. Hann er búinn að koma sér í vandræði nokkur sinnum og við það er færi. Pétur! Nær ekki skotinu aftur og Radek heyrði þetta. Það var uppkast hérna í varnarsvæði Hafnfirðinga. Leifs og Heiðar Kristjánsson í uppkastinu. Þetta er eitthvað hnoð og jafnt en Uni Blöndal nær pekkinu. Kemur upp á horninu, setur þetta bara marki líklega. Já. Og hann er færi, hann er mark! Jóhann Leifsson með markið. Heyrið þarna frákast eftir skot frá Una Blöndal. Aftur eins og í gær er það þessi lína, fyrsta línan sem að skorar fyrsta markið fyrir Akureyringa. Radek varði þetta vel, þetta skot og hreinlega bara vissi ekki að pökkurinn lá fyrir aftan hann og Jóhann Leifsson bara lagði hann inn í markið. 1-1. Það kemur myndastrákum á skjáinn. Myndalegur er hann. Einu og hálf mínúta tæp eftir þessari lotu. Hafnfirðingar setur hann djúpt. Hafnfirðingar í pressuna. Ævar með
Egill kemur þessu út, Bjarmi setur þetta djúpt. Það er barátta hérna bakum markið, Hafþór og Unnar Hafberg í baráttu. Unnar Hafberg haldið þarna bara. Og hann er að fá dóm fyrir þetta. Ekki sáttur. Ekki sáttur við þetta. Gunnlaugur Guðmundsson augljóslega ríkjelt þarna í annarkvæmt hendina eða treyjuna hjá Unnari, sá ekki hvort það var. Og Akureyringar fá því tækifæri hérna einum fleiri síðustu mínútuna og fyrstu mínútuna í næstu lótu. Sjáum hvað þeir geta nýtt sér þetta. Við vinna uppkastið. Atli væri pökkinn. Róbert Hafberg reynir að þræða hann í gegn strax. Við erum aðeins þolinmóðir, strákar mínir. Atli, Róbert, Unnar, Atli, lappar, Unnar aftur og hann færir, hittir ekki pökkinn. Róbert Hafberg aftur. Unnar Hafberg setur hann yfir á fjallstöng en Atli nærður sig ekki. Þeir ná að koma að kilfa á þetta. Og þeir ná að reynsa þetta. Akureyringar fær í skiptingu, Unnar Hafberg sækir pökkinn. Skautaði nú. Kemst alla leið inn. Og það er Unni Blöndal með skot sem að Taylor solo blokkar. Og þeir reynsa út og það er líklegast annar dómur. 2 mínútur fyrir delay of the game líklegast, er það ekki? Sá reyndar ekki hvort var snerting á þessu. Nei, dómarinn segir að það hefði snert annarkvæmt glerið eða kilfu. Þannig að hann hefði tekið deflection upp. Og við höfum 10 sekundur hérna Akureyringar til þess að reyna að bæta við fyrir lok þessara lotu. Eitthvað að kokka upp eitthvað ægilega leikfrétti hérna. Þetta er eitthvað sem að hugsanlega leita í hérna eitthvað innbæðarkerfi. Hugsanlega innbæðarkerfi 5 út allt. Innbæðingar út allt er svo oft að kalla. Jú, þeir fengum í stóminn. Nú þarf Jóhann Leifsson bara að vinna þetta uppkast. Þegar maður gerir Ormur, Gunni og færi balti. En Radek verð vel gert. Og skjóttu bara, skjóttu. Nei, hann blokkar þetta. Hann fann fyrir þessu. Alex Skotalek blokkar þetta skot og fann fyrir þessu. Unni Blöndalek að láta hann heyra hana. Þeir mæta strax hérna eitthvað í tíðan. Það fyrir bara hlæjandi út af. Jú, herðum, skemmtileg lota, staðan 2-1 og það er allt í járnum. Akureyringar byrja 5-3 í næstu lotu, þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig það fer. Hvernig það fer ykkur tekst að standast á pressu. En þangað til eftir svona cirka bát 14 mínútur og 27 sekundur og það fá mér hamborgara.
Jæja, við erum mætt aftur önnur lota í leik Víkinga og Hafnfirðinga og Víkingar byrja þessa aðra lotu 2 fleiri. Jóhann Már Leifsson setur þetta bara djúpt og yfir og Baltasar kemur pekkinu niður í horn. Gunni Ara lappar. Finnur Jóa. Gunni, Jói yfir, rólegir, komaði með eitthvað og þversendík og jafna, glæsilegt mark! Virkilega vel spilað hjá Akureyringum. Jóhann Leifsson niður á Gunna Ara sem að setur hann yfir á Baltasar sem að skorar flott mark og þeir ná að skora þetta mark áður en að fyrri refsingin rennur út sem þýðir það þeir eru áfram 1 fleiri í 1 mínútu og 90 sekúndur. Þetta var snyrtilega klárað. Ég mismælti mig hérna, ég var tilkynnta hérna í leikhlífuna, ég hafði mismælt mig hérna áðan. Staðan væri 2-1 fyrir SA áðan, en hún er það allavega núna. Áfram höldum við Atli Þór Sveinsson, skautar af stað með pökkinn, kemur þessu hérna yfir á Unnar Rúnarsson sem að lappar inn í svæðið, stoppar, leitar að manni, kemur þessu þvert yfir og hann er ekki að halda honum hana. Döpur sending hérna hjá AFA. Óli Batti duglegur tilbaka og þeir vinna pökkinn. Þór finnur, reynir að finna Unnar, nær honum samt hjá. Og lappar inn í svæðið Finnur. Róbert sem hann er ekki að halda pekkinum. Hann er eitthvað sleipur pökkurinn núna. Döpur sending hérna upp en Atli Þór Sveinsson með skotið. Unnar Ramberg með framkasti og skorar! 3-1. Atli með skot á marki sem hann fer framhjá og hann spýtist reynilega bara útbeint fyrir Unnar Rúnarsson sem að fagnar hérna. Hann fekk nokkur færi í gær sem hann klúraði og hann var svona passlega ánægður með sjálfsveldi. Þannig að það er ágætt, gott fyrir sjálfstöðustið. En þeir Akureyringar nýta yfirtöluna vel. 2 mörk á fyrstu 1 mínútu og 22 sekúndunum í þessari lotu. Og við spilum 5 og 5. Björn Már Jakobsson kemur þessu yfir á Pétur. Pétur setur þetta bara djúpt. Andri er í pressuna. Taylor solo heldur þessu. Gerir þetta snyrtilega. Kemur þessu yfir á Gunnlaug og Ævar kemur þessu bara út og það er líklegast æsing. Já. Björn Már Jakobsson kemur þessu yfir á Daniel Ryan sem að tekur bara skot. Radek Haas hyrðir þetta. Eins og ég sagði það þarf eitthvað sérstakt til að skora á hann að kall. Hann er svona nettur svindl hann í markinu. Það þarf einhvern veginn frákast eða gott skrín eða einhverja þversendingar til að koma bekkinn fram hjá honum. Hafnfirðingar vinna þetta, koma bekkinn, nei, ná honum í húk, koma honum út. Þá var það Akureyringar Andri Sverrisson með Heiðar Gutta með sig, Heiðar inn á mark, Andri leitar, finnur hann og það er varið. Vel varið hjá Radek Haas þarna. Áfram sækjum við Akureyringar. Heiðar Gutta reynir að finna þarna Elvar Skúla, setur hann bind í lappirnar á honum. Ormur finnur að rángstaða. Spurning hvort að Styrmir, Mokk og Egill Þormarsson og Björn Róbert hafa einhver svör núna. Klárlega hættulegasta línan hjá Hafnfirðingum.
Ormur kemur þessu upp á Matta og Óli Baddi setur hann djúpt. Matti setur pressu á Hafnfirðinga. Það munar litlu bara þarna. Það eru færi. Ormur er fyrstur í þennan pökk. Kemur þessu upp á Elvar. Skúla reynir það en þetta var nú bara hættulegt. Róbert Stengursson gerir vel þarna. Og kemur Birkir Einarsson missir hann og Ormur lappar inn í svæðið. Herru! Ormur með áður óþekkt að takta þarna. Og áfram heldur pressa Akureyringa Batti. Ætlar sér bara að setja Anna. Það kom með blóð á tennundastrákurinn. Frekar í smá baráttu hérna. Svona örlítið þreytumerki á Hafnfirðingunum hérna núna. Þeir eru ekki alveg sveskir á í fyrstu lotunni. Það munir alveg bara litla baltina að setja hann á markið. Það er gaman að því að það eru 400 manns í skautahöllinni að horfa á þennan leik. Við varum að fá þær upplýsingar sem bara geggja. En það er gaman að koma á hokkileikar. Þannig að endilega aftur minni ykkur á þeir sem eru heima, nenni ekki upp á sófanum, rífi ykkur upp á raskatinu og kíkja á okkur. Unni Blöndal með sendinguna yfir á Baltasar en Radek Hasver dauðafæri. En enn og aftur er Radek að stríða Akureyringum. Já, endilega kíkið í skautahöllina. Horfið á hokkið í beinni og grípið ykkur burger í sjoppunni. Atli Sveinsson, undir Bjarma, Bjarmi tapar hérna baráttunni við Ævar og það var að Gus Jersey kemur sér yfir á Heiðar Kristjánsson. Heiðar í baráttunni, 2 á honum hérna og það er dómur. Og það er að gerast nú. Við býðum spennt eftir að vita hvaða dómur er að koma hérna. Bjarmi Bóndasónur. Hann er eitthvað tekið og fast á Hafnfirðingunum hérna. Svona er þetta bara í sveitinni, það er ekki vettingardag þar. Og 2 mínútur. Þið er að fá hérna skilabóð frá gömlum þjálfara skautahöllinnar Akureyrar, Sami Lettinen, Huga Sami. Við byrjum að kærlega heilsa honum. Okkar albesti maður. Þá er það á línuna Hafnfirðinga. Það freista þess að skora. Þeir vinna þetta uppkast. Styrmir, hann er hættulegur. Og Björn Róbert með hörkuskot. En nú flautaði Sindri hreinlega bara af því að hann hefði ekki hugmynd hver pökkurinn var, held ég. Það er nú eitt af því sem að dómarinn á að gera. Ef hann veit ekki hvað pökkurinn er, þá er hann að flauta. Það er eitthvað að vera kvart yfir í hann Sami að ég segi að tala, ég segi ekki að gera þetta á íslensku, hann segist ekki skilja neitt. Hann eittir nú nógu tíma hérna til þess að hafa pikkað upp 1 eða 2 orð. Hafnfirðingar vanda bekkjunum. Fínpressa. Ormur, þessi það er bara að fara út.
sjáum hvort að Egill og félaginn á að kokka eitthvað hérna en ekki strax allavega. Ormur kemur þessu út og Pétur fer bara upp í pressuna á Styrmi. Við bara klárir hérna í þetta Pétur og Heiðargötti. Heiðargötti skiptir við Pétur í pressunni. Við lapp upp og Róbert hyrðir þetta. Þessi þarf að fara út. Heiðargötti með bökkinn. Setur þetta bara djúpt. Lítið að gerast núna í powerplayinu hjá Hafnfirðingum en fín sending hérna upp á Ævar en Gunni kemst inn í þetta. Gunni með hreinsunina bara. Þetta koma Hafnfirðingarnir inn í svæðið og róa bara niður. Heiðar Kristvegar skynsamur hérna. Finnur Gabriel Camilo sem setur hann djúpt og yfir á Björn Róbert. Björn Róbert með Andra Sverris á sér hérna. Heiðar, Björn Róbert. Yfir á Styrmi, Styrmi missir pökkinn en nær honum aftur. Þarna gerist eitthvað, Ævar fer í ísinn. Það er í lagi með það síðast mér. Róbert Steingrímsson ver þetta. Og Ævar Arngrímsson leitar að einhverju samherja. Finnur Styrmi bakum marki, fær hann aftur. Nú fer hann bara í skotið ekki, já. Ævar getur skotið, það vantar ekkert upp á það. Einn alskotastastu maðurinn í deildinni held ég. Fín pressa hjá Hafnfirðingum hérna, þeir eru líka að skapa samt. Björn Róbert setur á djúpt, Akureyringar aftur á til 5. Og Gus Jussi fær á sig tæklingu strax bara frá Bergþóri Bjarma, hann er ekkert að bíða með þetta, var að koma úr bóksinu. Gunnar Arason og Andri Sverris í baráttunni í horninu. Við Gus Jussi og Matthías Stefánsson leitar að samherja, finnur Gunnar Arason og Gunnar róar þetta bara niður og hleypir samherjunum í skiptingu sem var bara skynsamlegt. Jóhann Leifsson stingur sér þetta bak við vörnir og reyndir að fá sendinguna. Heppnast ekki alveg. Kemur löng sending sem að Jóhann nær ekki en hann er fyrstur í pökkinn hérna, þannig að það er ekki æsing. Atli Þór Sveinsson, tappar hann á blálínunni. Unni setur bara beint í spaðan á Ævari sem kemst í skot. Hvað er að gerast þarna? Þetta er meiri sirkusinn. Þá var það Jóhann Leifsson með balta hérna á ferðinni upp kantinn. Atli Þór Sveinsson inn á marki, jói, nær ekki skotinu. Ævar kemur svo djúpt. Það er alltaf stöðu barátta hérna eitthvað hjá Unna og Ævari. Eitthvað aðeins að kýtast. Þá var það Atli Þór Sveinsson, kemur á ferðinni með Róbert fyrir aftan sig. Atli fer bara alla leið, tekur skotið og Radek sér við honum. Skotin eftir fyrstu lotu voru 19-7 Akureyringum í vil. Nú er ja, hún er 19-7 eins og staðan segir núna á híturinni. Spurning hvernig hún var eftir lotuna. Eitthvað hefur blætt úr einhverjum hana. Þeir eru mætti með skoðumurnar. Gríðarlega lipurlega gert þarna. Þeir eru nú óheppin að fá ekki að sjá þetta í mynd. Elva og Guðni hérna með blóðskoðumurnar að skrapa í sinn. Þetta er gott bíó. Bergþór Bjarmi er að fara hérna velli bara.
Spurning hvort það eitthvað vesen á okkur búnaði eða hvort hann eitthvað meiddur eða eitthvað. Hann allavega farin inn í klefa í bili. En við höldum áfram, 12 mínútur og 16 sekúndur eftir að leiknum. Staðan 3-1 fyrir Akureyringa. Og það Róbert Hallberg sem fer í uppkastið á móti Steinar Páll. Gunnar Hallberg dulur tilbaka, hirðir hann af honum, kemur hann upp á Hafþór sem að erfið sending. Þá var það... Þetta hættulegt. Ára Björn Már Jakobsson kemur þessu upp á Róbert Hallberg sem kemur á ferðinni bara, tekur skotið, Rattik bara grípur þetta. Þakkaði fyrir kjalla, segir hann. Birkir Einarsson gerir vel hérna, kemur sér í færi, næri ekki skotinu. Þá er Ormur, setur þetta bara á markið. Á færi aftur hérna. Það hefur nú verið gaman að sjá Elvar Skúla setja hann hérna. Ormur duglegur tilbaka, sækir hann. Engin æsing. Ormur tapar pekkinum hérna. Egill Þormónsson í pressunni og með Björn Róbert með sig líka. Elvar Skúla rólegur hérna. Flott hjá honum að láta ekki soga sig inn í horni líka. Skynsamur strákurinn. Og Ormur Jónsson er að fara í boxið. Saklausari mann hef ég ekki séð. Það er bara þannig. Aldrei gett neitt af sér. Þetta er góður strákur af Eyrinni. Velur balinn og Abbas var í löggunni líka, þannig að hann veit að hann má ekki brjóta af sér. En Hafnfirðingar fá sénsinn, einu fleiri. Og Akureyringar vilja eventulega koma þessu bara út. Gunnar Arason með fína tæklingu hérna á Styrmi. Nú er eitthvað pínu ósáttur við Gunnar Ara. Getur sterkur og grimmur hérna. Það koma bekkjum aftur inn, Gunni nær ekki að hreinsa þetta. Og Alex Kotalek gerir vel hérna, kemur pekkinum út á Styrmi. Björn Róbert lappar bláu, kemur hann aftur á Styrmi. Styrmi lappar djúpt, finnur. Alex Kotalek sem setur bara skotið þarna á Heiðarinni. Ætlar hann að láta hann stýra honum en þetta kemst ekki á markinu. Og Róbert Steingrímsson setur þetta bara upp á Andra Sverrir sem að kemur þessu djúpt. Björn Róbert. Og ég sé ekki hvað gerist þarna en hann eru eitthvað ósáttir hérna. Andri Sverrisson liggur eftir. Það gerist eitthvað hérna fyrir aftan spilið. Ég sé nú ekki alveg hvað kom fyrir en hann er nú staðan upp, það er ágætt. Dómarinn er eitthvað að ræða saman hérna. Já, ég er að horfa á þetta í endursýningun og þetta er bara óefni. Leikmaður nr. 8, hann Ævar Arngrímsson, hann dettur og Kilvan sveiflast eitthvað upp í loft og fer í hausinn á Andra Sverris. Vissulega hæstikk en þetta er nú lítið sem að Ævar getur gert í þessu. Bara óefni. En þú berði einhvað að síður ábyrgð á Kilvininni, þannig að hann gæti, jú, hann er að fá dóm sínist mér fyrir hæstikk. Og við spilum því 4-4. Og inn að koma fyrir Akureyringa Jóhann Leifsson og Unni Blöndal með frændurna Atla og Dag í vörninni.
Björn Róbert hann ennþá inn og hann ekki búinn að fara út. Það verður bara í 5 mínútur, 6 mínútur. Þá koma Hafnfirðingar. Egill reynir að finna styrmi hérna. En Hafnfirðingar komast inn í þetta. Dagur kemur þessu upp hérna á Atla. Atli lappar, lætur Jóa hafa pökkinn. Tilbaka á Una. Unni bara í skotið. Framhjá. Dagur. Rólegur kemur hann á Jóhann. Fá Hafnfirðingar þetta 3 á móti 1. Björn Róbert í færinu og setur hann bara. Hrikalega vel klárað hjá Birni Róbert í maður. Hrikalega vel klárað. Þarna láta Akureyringar draga sig allt og djúpt í sóknarsvæðinu. Og þeim refsað, fá bara 3 á 1 á sig. Björn Róbert gerir þetta gríðarlega vel, beið bara. Já, sem gerist þetta, það bara 3 Akureyringar konu djúpt og þeir refsa bara. Björn Róbert í rauninni. Róbert Steingrímsson í markinu, ekki öfundsverður að mæta Birni hann er frábær skotmaður og með 2 sendingamöguleika sem að Róbert þarf að hugsa líka. Já, setur hann svo bara í samskiptin. Powerplay hjá Akureyringum, einu fleiri núna. Hafþór með hendingunni upp á Gunna, Gunni niður að Haffa, aftur Gunni, Unnar Hafberg og Radek ver þetta og þeir hreinsa. Gunnar Arason aftur, finnur ekki Róbert þarna reyndi en sendingin ekki nægilega góð. Það var æsing í varnarsvæði Akureyringa. Hafnfirðingar stilla upp hérna sóknarsvæðinu, einum færri reyndar. Svo tilbaka, Taylor Solo setur hann bara djúpt. Hafþór með dapra sendingu, flýt okkur alltaf mikið hérna. Unnar Hafberg yfir á Atla, Atli lappaði bara inn. Nóg tími, aftur upp á Unnar, Unnar býður, leitar hann saman í hana. Lendir í vandræðum, kemur sér úr þeim. Finnur þarna Róbert Hafberg upp á Atla. Atli tekur skoti sem að flektast. Hafþór gerir vel hann í baráttunni. Og Ævar Arngrímsson komur í sókna. Hafþór fer í Ævar. Áfram heldur spilið. Róbert Steingrímsson kemur þessu út. Unni Blöndal. Atli með skemmtilega tilraun hérna. Taylor Svaló gerir vel að tekur hann á lofti, kemur þessu á markið en það er svona aðeins að færast einhver hitt í þetta hérna hjá okkur. Dagur Jónasson kemur þessu á Unnar Hafberg sem að fer í skiptingu. Gunnar Arason gerir vel þetta, kemst inn í sendinguna. Stendur þessu tæklinguna, jú, það er rangstaða. Já, við erum að fá bara annan hörkuleik hérna. Eins marks munur og leikurinn rúmlega hálfnaður. Björn Róbert mættur aftur inn á. Og var það Birgir Einarsson. Finnur Óla Badda sem fær tæklingun á sig. Þormarsson kemur þessu bara upp á blá og beint á Orm sem að neglir þessu bara í varnamann. Hafnfirðinga.
Róbert sterkur á bekkinum þetta. Birkir Einarsson. Óli missir hann frá sér. Beint í hendurnar á Birki Róbert sem kemur honum í svæðið og Þormóðsson með skot sem Róbert ver. Færið þarna í aðferðingum. Akureyringar bara kæruleysir í varnarsvæðinu núna. Missa pökkinn frá sér hérna á hættulegum stöðum. Elvar Skúlason yfir á Atli finnur Pétur, reynir að finna Pétur, missir að þessu og aftur uppkast í varnarsvæðinu hjá Akureyringum. Það ekki annað hægt að segja en að þeir 400 sem í stúkunni hérna á Akureyri sé að fá leik. Sverris með gott blokk hérna. Feikir svo á reiflónum. Vel gert, kemur þessu þetta fyrir. Aftur láta Akureyringar sjúga sér á djúpt niður og lenda í skyndisóknum á sig. Og Akureyringar Andri Sverris, 2 á 1 þetta Pétur með honum. Andri yfir á Pétur. Sendingin var fyrir aftan hann. Gunnar Ara með Elvar Skúla hérna með sér hinum einn. Elvar fær pökkinn. Ískaldur með glæsilega sending og Balti koni fær. Rángstaða. Skemmtilega rólegur á bekkinum hann Elvar Skúla hérna, þessi ungi strákur. Inn í svæðið. Radegas heldur þessu bara. 5 mínútur 45 sekúndur eftir að annari lotu. Það allt í járnum. Þó svo trafikkinn hafi kannski verið meiri í varnarsvæði Hafnfirðinga. Það voru það mörkin sem telja og þar munar bara einu. Jóhann Leifsson heldur þessu inni. Mixir hann samt og Ævar mættur í sóknina. Heiðar Kristvegarsson. Hör Gunna á sig. Skýlir bekkinu vel. Jói hjálpar. Gunni gerir vel að ræna þarna Ævar bara. Það var ekki góð sending. Það var Unni Blöndal, tíman á ferðina. Settur hann bara djúft hérna fyrir Baltasar. Selur Solo, heyrðir þetta. Róbert Hafberg, eitthvað er hann að lemja ánum hann. Kemur Gus Jersey, Unnar Hafberg, heyrðir af honum pökkinn. Kemur þessu yfir á Björn Má Jakobsson. Bjössi setur þetta upp á Balti. Næsti sloppið fram hjá hana. Dagur Jónasson snýr af sér leikmann og fær kemur bekkinum á Róbert Hafberg sem ætlaði að senda Balti en Balti var bara leiðin í skiptingu og Bökkur fer bara í æsingu. Björn Róbert og Unnar Hafberg í uppkastinu. Unnar Hafberg vinnur þetta. Björn Már Jakobsson kemur þessu upp á Róbert Hafberg. Róbert Hafberg finnur Hafþór hérna á hinum kantinum. Unnar keyrir hérna mark.
Affi på tína bekkinum, kemur hann samt yfir á Atla sem að skýtur bara í Samherja sinn hérna. Það er bara þetta hérna. Þetta er dómur á Unnar Hafberg. Þetta var dómur. Boarding. Hugsanlega jafnvel heppinn að sleppa með 2 mínútur hérna held ég. Já, það er færi fyrir Hafnfirðinga aftur. Einu fleiri hérna og það er bara einsmarksmunur. Hafnfirðinga vinna þetta uppkast. Góður Heiðar Gauti með Pétur með sér, 2 á 1 hérna upp í sinn. Heiðar Gauti skjóttu bara út heitur. Það hefur verið skemmtileg hefði Heiðar Gauti settar hérna 3. eða 4. leikinn í röð. Og það er Gunnar Arason sem kemur þessu bara djúpt. Þeir fara í skiptingu hérna meðan Alex Skotalek sækir puckinn. Stjörn missir hann frá sig, Gunni setur pressun á hann. Og Egill Þormós snertur á bekkinum. Ná ekki við margnum. Björn Róbert kemur hún til hjálpar og nær í puckinn. Og færið, þetta er á stönginni. Þarna voru Akureyringar heppnir. Akureyringar með að bara alveg prísast sæla að vera ennþá yfir hérna þó svo að þeir séu búin að vera mun betra liðið. Þeir hafa alveg fengið færi hérna Hafnfirðingar til að jafna þetta. Og var það Heiðar. Komur þessu upp á Björn Róbert. Styrmir í færi að skjóta. Fínasta skot en framhjá. Björn Róbert aftur. Finnur hérna Alex Skotalek sem með skot framhjá. Og Róbert Stengursson grípur þetta, vel gert. Þá koma þeir aftur inn á hérna Pétur og Heiðar Gauti. Penalty kill specialist. En þá 16 sekundur í það að Unnar Hafberg komi úr bóksinum. Hann fer þá vandalega bara beinustu leið inn í varnarsvæðið að hjálpa samherjum sínum. Ef að pökkur verður það þarf að segja. Og fúf, þarna munaði litlu. Þeir koma þessu út. Radek As með pökkinn. Kemur honum upp á Ævar Argrímsson. Og þeir vinna puckinn, Pétur setur hann djúpt bara. Unnar Hafberg komin í færi, tekur skot, það er blokkað. Pétur vinnur puckinn. Hendur hún, setur hann bak við mark. Það eru Unnar. Leitar að Gunna í slottinu. Róbert Hafberg. Gott blokk hjá Ævari þarna. Og Ormur lætur vaða. Gunni Ara finnur puckinn. Finnur Róbert Hafberg. Leitar að fjarstönginu, þar er Unnar og Radegver.
Já, 1 mínúta 20 sekúndur eftir af þessari lotu. Það er allt opið hérna. Svona er hokkeyleikir að vera. Jafnir og skemmtilegir. Hafnfirðingar vinna þetta uppkast. Koma þessu bara djúpt. Atli fyrstur. Kemur svo Unnar. Unnar finnur Róbert Hafberg. Róbert Hafberg plattar hann að varnamann. Komin í gegn, finnur Unnar. Unnar setur á marki og Radek ver aftur. Áhugavert að vita hvað hann er búinn að verja mörg dauðafæri í dag, Radek. Róbert Hafberg og Styrmir í baráttunni. Bökkur við djúpt. Koma Akureyringar aftur á stað. Það er eitthvað pínur ráðaleysi í gangi hérna á Akureyringu núna. Þessi fær press á sig hérna. Jóhann Leifsson róa bara og leggur á stað upp ísinn. Hefur 12 sekúndur til að koma honum í marki hinum megin. Bökkurinn fer bara í Björn Má Jakobsson hana. Akkurat þegar hann að fara út af vellinum, hann tekur hann með sér inn á bekkinn. Minningagripur. Við fáum þetta uppkast, það er ekki mikið meira. Fyrir tæpa 4 sekúndur eftir. Já, þeir láta þetta bara deyja út. Nei, klukkan fer ekkert í gangi einu sinni. Þeir býður bara. Og dómarinn segir bara þeir megi fara í klefan. Jájá. Staðan 3-2 eftir 2 lotur í æsispennandi leik hérna á Akureyri. Skautahöllinni á Akureyri. Milli Víkinga og Skautafélags Hafnarfjarðar. Við komum aftur að vörmuspori.
velkomin aftur að skjánum. Við erum að fara að starta hérna þriðju lotunni, leik Víkinga og Hafnfirðinga. Hafnfirðingar taka fyrsta uppkastið hérna, staðan 3-2 og það allt í járnum hreinlega. Akureyringar búin að vera mun sterkara liðið, en Hafnfirðingar alveg fengið færi og með sjóðheitan markmann. Þá þurfa þær ekkert bara að setja 1-2 mörk og það allt í rugli hérna. En þeir byrja Hafnfirðingarnir í sóknarsvæðinu. Egill kemur þessu upp á Gabriel setur það djúpt. Og Guðni Blöndal kemur þessu út. Yfir á Jóa Leifs. Sem labba bara inn, sett hann bara. Kemur þessu upp á Balta þarna og Balti finnur Atli færi. Vassan verður þetta. Hann virðist hreinlega bara verja allt sem hann sér. Björn Róbert með skot og skora. Björn Róbert segur svona jafna leikinn fyrir Hafnfirðinga. Mjög gott skot. Skítur sýnist bara eiginlega í gegnum Björn Má Jakobsson í vörðinni. Þannig að sýnir svona öllu að Róbert Stengursson sjáu ekki pökkinn. En skotið kemur. Þetta er bara geggja skot. Já, hann getur skotið pekkinu, það verður ekki af hann tekið. Komið 2 mörk og stóðsendingu. Það var Unnar Rattberg í baráttunni við Hafnfirðingarna. Við komum pekkinum út. Ormur setur hann bara djúpt. Við hreinsa bara Hafnfirðingar. Róbert kemur þessu á Daniel Ryan. Ormur leggur á stað upp. Missir pökkinn frá sér, kemur þessu aftur á Daniel. Daniel með sendingu, beint í spaðan á Guðstjörns í. Sendingarna þurfa að vera mikið betri ef við ætlum að vinna þennan leik hérna, Akureyringar. Svo var Daniel Ryan aftur. Kemur þessu bara út. Hafþór fer í, sleppur þetta með slassið. Og Taylor. Bökkurinn svolítið bara skoppar á milli liða hérna í byrjun allavega. Aftur reynsa Hafnfirðingar bara. Gunnar Arason sækir pökkinn, býður rólegur. Leggur á stað, kemur honum á Óli Batti. Björn Róbert á sig í pressunni. Það var það Matthías Stefánsson, Dagur. Gunnlaugur Guðmundsson í baráttunni. Og Björn Róbert. Yfir á Egill. Egill yfir á Styrmi. Styrmi bara rólegur. Stillt upp í breakout. Bara á stað. Arna, plötusnúður kvöldsins, hendir í lægjans, Heiðagötta, Böðarstelpur. Heiðagötti þakkar fyrir sig með að vinna þetta uppkast. Nú koma Akureyringar, Elvar Skúlason og það er rangstaða. Uppkast aftur, Heiðagötti og Heiðar Kristvegar. Nafnarnir, Kristvegarsson hefur betur. Alex Kótalek í baráttunni við Elvar Skúlason. Það voru Ævar Argrímsson.
Atli setur bara beint í spaðan á Gabriel. Kemur þessu djúpt. Þetta voðalega mikið eitthvað að flakka á bekkinum á milli liða hérna. Lítið svona skemmtilegt spil eins og staðan núna. Akureyringar hreinlega bara reynsa. Það er uppkast í varnarsvæði SA. Björn Róbert eitthvað styrmir í sókninni hérna fyrir Hafnfirðinga. Þeir ætla sér bara að vinna þennan leik, það er nokkuð ljóst. Og aftur eru Akureyringar með lélegar sendingar hreinlega hérna í varnarsvæðinu og koma sér sjálfur bara í vandræði. Þá er Heiðar Gauti með Andra Sverris með sér og kemur hann á Andri, setur hann! Gamla brýnið! Heiðar Gauti með sendingunni yfir Andra Sverris sem að kann þetta, hann er búinn að gera þetta í mörg ár. Staðan 4-3 fyrir SA og áhorfendur á Skauthöllum Akureyri frekar sátti með þetta. Sjáu þið hennar mann, uss! Ég er ánægður með þetta, áhorfendur að klappa með og svona. Já, þetta er ekki búið. Það er hellingur eftir þessu leik. Svo er það Gabriel kemur bekkinum á Gunnlaug Guðmunds sem að reynir að finna saman af. Kemur honum hérna út á kantinn á Kristján Gunnlaugs. Kristján bara veður upp hérna en missir hann frá sér. Ormur með einhverja Elvis fintuð hana. Balti í baráttunni hérna í horninu. Kemur Sigur að Björn á. Björn rólegur bara á bekkinum. En kemur ekki sendingunni á Una. Og það er uppkast í varnarsvæðinu. Ævar Arkinsson, hann er búinn að vera afkvæða mikið í dag. Sjást mikið til hans. Og Jóhann Leifsson kemur á ferðinni með balta með sér. Jói heldur áfram inn á mark, fær hann aftur, setur hann út í spotti fyrir Unna. Unni kemur skotinu en þetta er þröngt og Radek ver þetta. Þá er það uppkast í varnarsvæði Hafnfirðinga. Þór vinnur þetta uppkast, Gunnar yfir á Unna! Hittir ekki pökkinn, pökkurinn skoppandi þarna. Þetta var skemmtileg útfærsla á uppkastinu hjá SA-mönnum. Og Ævar lendir í vandræðum hérna á móti Haffi. Og aftur koma hérna 3-2. Alex Kótalek missir hann og það er rangstaða. Náði ekki alveg að koma bekkinu fyrir sig hérna Alex Kótalek og bakkað inn í svæði með bekkinu og ekki með fullt vald á honum og þá er rangstaða. Þeir eru konur hérna Steinar Páll, gamli fyrirliði Skautafélags Reykjavíkur. Atli Sveinn sækir þetta. Steinar Páll setur pressu
Birkir og Óli Batti í pressunni. Missar hann frá sér. Bakkurinn fer djúpt. Mattias í pressuna. Birkir. Atli setur hann upp hérna á Óla Batta. Slöggsending. Birkir fyrstur í þennan. Þeir eru tveir á Óla Batta. Daniel Ryan setur bara skot á marki sem fyrir hliðanettið. Og þá kemur Egill, hann getur skotið. Atli gerir vel, heldur hann þetta frá markinu bara. Daniel Ryan sækir þetta. Setur hann bara beint í kylfuna hjá Birni Róberti. Ekki maðurinn sem þú vill láta hafa pökkinn þarna. Daniel aftur setur hann upp á Pétur sem að nær þess ekki og þetta rúllar hérna niður í æsingu. Þeir henda bara í King Hemma Gunn hérna í græðunum. Fólk er aðeins var að dilla sig í stúkunni. Hint við höldum áfram. Heiðargötti kemur þessu hérna yfir á Daniel. Daniel hendur í smá vandræðum en snýr hann af sér hérna. Finnur Atli með hættulega sendingu sem sleppur í gegn samt á Heiðargötta og hann reynir að finna Pétur félaga sinn hérna. Hefnast ekki. Og aðfeyringar reynsa. Ormur setur þetta bara niður í sinn. Bara þetta hérna rammanum sem að Elva Skúl ætla að leggja staðan upp. Og Björn Róbert í færi. Róbert Steingilsson verð þetta. Það þarf að stíga upp í hann. Það er ekkert að bakka, bara bakka og leyfa mönnum að skjóta á svona færum. Sheldon Risbach búinn að henda Jóa Leifs inn á bara. Það gerur stótt góði hluti þegar Jói er inn á. Róbert Steingilsson fristir inn á bak. Jónasson kemur þessu upp. Batti gerir vel, kemur þessu á Jóa. Jói lappar inn. Og vel gert hérna hjá Gunnlaugi Guðmundsssyni í vörninni. Jói í baráttunni, reyna að vinna pökkinn aftur. Hafnfirðingar hafa betur. Þá kemur Gus Jersey á móti Gunnar Ara. Gunni gerir vel. Löng kylfa. Unni Blöndal skilur hann eftir fyrir Jóa Leifs. Jóa Leifs setur hann yfir á Gunnar Ara sem kemur hann ekki lengra. Þeir eru fljótir að snúa vörn í sókn Hafnfirðingar og þeir eru... Þarna kemur dómur. Aftur fá Hafnfirðingar tækifæri inn fleiri. Það er ekkert að kvarta yfir þessu, þetta er hárréttur dómur. Hvað gera Hafnfirðingar núna? Vinna þetta uppkast allavega. Björn Róbert finnur Styrmi setur hann þvert. Þetta sé Alexei finnur Styrmi. Björn setur pressuna á Björn Róbert. Hann lappa bara fram hjá honum og finnur Alex Kotalek sem fyrir skotið. Róbert ver. En þeir koma þessu ekki út. Alex Kotalek kemur þessu djúpt. Þeir halda pressunni
og það færi í hliðanetti hjá Styrmi. Ormur kemur þessu út. Það var Andri Sverris. Setur pressuna hérna. Eftir ekkert á djúpt, skynsamur. Skiptir þetta með Matti fyrr. Stígur upp í Björn Róbert sem að hægir bara. Finnur Taylor. Daniel segir. Skot setja hjá Taylor sem að Róbert Stengursson ver. Okkur fer upp í netið og röfkast. Hafnfirðingar hafa rétt mínútu til að nýta liðsmuninn hérna 5-4. Nú er sterkur leikur fyrir þá að vinna þetta uppkast og ná að halda bekkinn mín í svæðinu. En Heiðargötu gerir vel. Þeir eru fyrstir í pökkinn og færi og heimar! Heiðar Kristveðsson að jafna leikinn fyrir Hafnfirðinga. Þeir eru bara þetta fyrstir í lausa pökk, gera vel. Ennþá erum við með nýjafna leik. Staðan 4-4. Þetta er hæsi spennandi. Pökkurinn rekkur bara út í slottið. Fyrir Heiðar sem að klára þetta bara vel. Tímíntur eftir, staðan 4-4, allt í járnum. Og Hafnfirðingar bara sækja aftur. Styrmir reynir að finna hérna Egil, en Atli gerir vel. Kemur á ferðinni, finnur núna Haffa hérna, Haffi frá fulla ferð. Bara inn á markmenn og það var færi en náum ekki að nýta þetta. Nú er að menna að passa sig á að fá ekki á sig fleiri dóma. Og Björn Róbert setur þetta bara yfir á Styrmi. Styrmi leita bara fram að Agli hérna sem að ætla að stinga sér og koma þér. Ára Unnar Hafberg með mannin í sér. Kemst í gegn og munar engu þarna. Skemmtilega gert. Það munaði litlu þarna. Unnar hefði náð að gera sem matur eiginlega engu. Það er uppkastinn í varnarsvæði Hafnfirðinga. Einhver reikistefna þarna við bekkinn hjá Hafnfirðingum. Gauti Þormósson eitthvað að fá að spjalla við dómarana. Hafnfirðingar vinna uppkastið, Birkir kemur sér ekki að marki samt. Ormur missir þetta út. Daniel Ryan lendir hérna á Heiðari Kristvegar. Matthías Stefánsson í vandræði, missir pökkinn. Pökkur er best út í slottið á Ævar. Ævar bara í færi hérna. Pökkur nær ekki í gegn. Og það er barátta í horninu sem að Hafnfirðingar hafa betur í.
Fín tækling hérna hjá Orm á Björkin, hann virðist nú eitthvað að meitt sig hérna. Það virðist þér í lagi með hann, eitthvað eru dómarinn að ræða saman samt. Gauti kallar á sína menn, vill eitthvað ræða við á meðan dómarinn er að... Nei, það er ekkert úr þessu. Þetta getur ekki séð sér neitt að þessari tæklingu, horfa á þetta enn aftur. Ára Björn Róbert sem búinn að spila svona, ég myndi segja svona 40 mínútur af þeim 42 sem eru búin að spilast í dag. Fylgur orkaði gæjanum, hann er inn á alltaf. Kom með 2 mörk á stóðsendingu líka. Þá var það Jóhann Leifsson. Leitar að Gunna hann hinum meginn, finnur hann, Gunni snýr á, finnur, reynir að finna Una hann hinum meginn. Balti. Og þeir reyna að hreinsa hérna Hafnfirðingar en ná honum ekki út. Dagur í baráttunni á rammanum, kemur þessu djúpt. Unni á blálínni, Slímur gerir vel. Það var að Dagur, finnur Balta hérna. Sem missir hann frá sér, Dagur setur hann aftur djúpt. Það var Unnar Hafberg, kemur svo Björn á Róbert Hafberg. Róbert Hafberg finnur Atla sem missir hann frá sér. Hefði getað verið í færi þarna. Unnar Hafberg lítur upp, leitar að Samir að Finnur. Elvar Skúlason sem sendur pökkinn bara djúpt. Þeir fara í pressuna, Elvar gerir vel hérna í pressunni. Unnar reynir að finna hérna Haffa á fjallstönginni. Pökkurinn á lofti, erfitt fyrir Haffa að díla við þetta. Það er barátta í horninu. Fín pressa hérna á Akureyringum. Róbert Hafberg setur bara skot á marki sem að Radek ver og enn reynar að hreinsa út, kom honum ekki út. Ormur heldur sig inni. Affi finnur næstu því Elvar Skúla hérna sem setur hann á marki bara. Og Unnar Hafberg í horninu. Lítur upp, finnur Róbert Hafberg og pökkurinn á hann fer ekki inn. Róbert Hafberg að snúa að sér hérna mann og annan í horninu. Elvar Skúla, skjóttu bara drengur. Það hefði nú verið sagað til næsta bæjar, hann sett hann bara þarna. Bara Hafþór og Óli Batti. Óli Batti finnur blálínuna hérna, Elvar Skúla. Erfið sending. Ormur upp á Óla Batta sem setur hann bara djúpt. Gunnar Ara missir af honum. Við erum að koma tilbaka núna, já. Og það er mikil pressa hérna á Hafnfirðingum. Taylor gerir vel, skýlir bara bekkinum og þeir eru að fá hérna bara 2 og 1. Björn Róbert finnur. Styrmir í færi og skora og kemur inn yfir 5-4. Það er reynlega búið að vera linnuleg sókn Akureyringa hérna og þeir refsa bara með skyndisókn enn og aftur. Ríkala vel gert hjá Hafnfirðingum. Þeir eru bara að klára færi sín. Þetta er bara, það verður ekki aðeins tekið, þetta er vel gert. Já, 5 mínútur og 35 sekúndur eftir fyrir Akureyringa að fá eitthvað út úr þessum leik. Hafnfirðingar núna. Jóhann Leifsson lappar inn í svæðið, komin í færi. Off! Una litlu þarna. Balti, Unni. Balti aftur. Upp á bláu.
Atli lappar, Balti, djúpt. Jói sækir. Unni fær pökkinn þetta. Grimmur drengur, grimmur. Og þeir reyna að hreinsa aftur. Og vinna pökkinn hérna. Björn Róbert bara skynsamur og setur pökkinn bara djúpt hérna. Og reyna að koma til skiptingu. Það er ekki skrítið að segja að vera þreyttur gæinn. Það var Atli Sveins. Það er bara alla leið á. Og fyrir pökkinn og Róbert, Björn Róbert! Róbert Hafberg kallaði sig í færi. Og pökkurinn framhjá. Það var að Gus Jersey tapar baráttunni við Haffa hérna. Unnar hérna í baráttunni Gabriel. Þá var það Atli með skot sem að fer ekki í gegn og þeir fá hérna 2 á 1. Ævar, Gunni duglegu tilbaka og vinnur pökkinn. Slök sending. Það eru brotnar Kilvan hérna hjá. Nú þarf að setja pressu. Og Styrmir skynsamur og setur þetta bara djúpt. Enn og aftur erum við að sjá arfaslaka sendingar hérna hjá Akureyringum. Það er 58 eftir. Hafnfirðingar bara á góðri leið með að landa sigri hérna á Akureyri í seinnileiknum. Það var það Birkir Einarsson með Matthías með sér. Birkir finnur Matti færi, setur hann framhjá. Þá koma Hafnfirðingar. Það er alveg með ólíkindum hvað er búið að fara mikið að færum fórgórum hjá Akureyringum. Það var Matthías Stefánsson með Óla Badda með sér upp í slottinu. Fer bara sjálfur, Dagur nær ekki skotinu. Og Balti reyna að koma sér djúpt og þeir hreinsa bara aftur. Ormur. Unni í baráttunni með Heiðar Kristvegar. Heiðar hefur betur. Gunni kemur nú til hjálpar, hirðir á hann pökkinn. Og þeir leggja stað upp í sinn. Gunni finnur hérna Una. Unni lappar inn í svæðið og það er rangstaða. Þeir eru ósáttir hérna þessa menn. Vilja meina að þetta ekki er rangstaða. Það þýðir lítið að töðudómarum við þessu. Þetta er bara réttu dómur. Bara rétt flaut. Það eru rangstæðir. Atli Sveins búinn að lauma sér hérna vinstra megin. Hafnfirðingar bara skynsamir, setur þetta bara djúpt. Og ræsing. Nú ætla líklegast Hafnfirðingarnir bara að reyna að drepa leikinn að setja bara djúpt og leggja tilbaka. Það verður áhugavert að sjá hvort að Sheldon og Ingvar eru með eitthvað upp í erminni núna. Þeir getur nú farið að kalla Róbert Steingrímsson út úr markinu fljótlega. Eða tekið leiklega líka. En það er ennþá 2:40 eftir. Í baráttunni heldur þessu ágætlega hérna. Kemur þessu djúpt aftur. Það var Jóhann Leifs sækir þetta. Gunnlaugur Guðmundsson gerir vel, heitir vörðinni sterkur á pekkinum hérna. Og Gunni heldur þessu inni. Og færi! Það er að flauta rangstöðu, sýnist mér. Þetta er lengi að átta sig þarna línuverðirnir.
2 mínútur, 14 sekúndur eftir. 5-4 fyrir Skautafélag Hafnarfjarðar. Hérna í seinni tvíhöfðans. Björn Róbert á móti Unnar Hafberg í uppkastinu. Unnar vinnur þetta og Ormur lappar inn í svæðið. Missir hann frá sér. Haffi finnur Róbert Hafberg sem hann lappar inn. Heldur pekkinu vel. Rólegur hérna bara. Reyna að finna fjarstöngin hérna Unnar Hafberg sem kemur svo markið en hann ver pökkurinn er laus. En Radek nær að krabla hann að pökkina. Hafþór Sigurðarson kominn í einhvern smá hasarðan við raman. Sýnist Sheldon Risbeck verið að fara að gera sig kláran í að taka leikhlé. Já, Akureyringar henda í leikhlé. Nú fá Sheldon og Ingvar tækifæri til að ræða við sína menn og reyna að kokka upp einhverja galdralausn á þessu markaleysi. Samt komin 4 mörk hjá þeim en færin töluvert fleiri. Spurning hvað Gauti Þormóðsson er að segja við sína menn. Hugsanlega bara segja maður að skynsamir og bara allt út úr svæðinu. Þeir fá ekki meiri tíma til að ræða saman. Nú þurfa þeir að fara inn og stilla upp. Það er alls ekki ólíklegt að ef að SA vinnur uppkastið núna að þá komi Róbert Steingrímsson fljúgandi á bekkinn og þeir henda auka sóknarmann inn á. Mikilvægt uppkast hérna. Björn Róbert tekur þetta og þeir reynsa út og komast í 2-1 enn og aftur. Unnar Döllu tilbaka reyndar. Þá kemur balti kveikt á hreiflóndringur. Þeir sækja pökkinn. Og Atli Sveinsson. Björn Róbert gerir vel hérna. Og Unnar Hafberg. Enn og aftur snögg sending hjá SA-mönnum. Atli Sveinsson. Barátta þarna. Þeir þurfa að vinna þetta. Jói heldur þessu inni. Róbert Steingrímsson hefur ekki ennþá komist út úr markinu. Þeir þurfa að halda pekkinn til þess. Það er æsing. Og nú líklegast bara kippir honum út, hvort sem eru með pökkinn eða ekki. Engu að tapa. Tómt marki hjá Akureyringum. Þeir ætla að freista þess að vera 6 hérna í sóknarsvæðinu. Jói Leist þarf að vinna þetta uppkast. Og gerir það. Unni Blöndal heldur pekkinum. Tekur bara skot. Jómar! Hérna! Unni Blöndal tekur skot af mark og ég held að þessi Jóhann Leifsson stýri pekkinum inn. Ég er ekki alveg viss.
Það vantar ekki dramatíkina. Já, Unni Blöndal fær þetta bara að skráða sig. Jæja, 52 sekúndur eftir, staðan 5-5. Við erum, ef það kemur ekki mark á næstu mínútunni, þá erum við að fara í framlengingu. Hafnfirðingar setja bökkinn bara djúpt. Atli sækir, nú má ekki taka hennar sjensa. Balti kemur þessu inn í slotti. Jói rétt missir af honum. Atli nær þessu, eða ekki? Jú, nei. Þá var það Jói Leif, sett hann bara. Og Baltasar. Það er færi sem að Radek ver. Bróðir Magnúsar ver. Það er timeout hjá Hafnfirðingum. Ég held að þetta sé meira hugsa til að hvíla topplínuna hjá Hafnfirðingum fyrir þessar síðustu sekúndur hérna. En hann er samt með eitthvað plan. Gauti. Hann er sóknarsinnaður þjálfari, þannig að þeir þurfa að vera vakandi hérna Akureyringar. Það er ekki ólíklegt að reyna að lauma einhverjum mönnum bak við þá. Ef þeir vinna uppkastið. Já, það er bara ansi mikið búið að gerast hérna á síðustu mínútunum. Þetta er góð auglýsing fyrir hokkið, frábær skemmtun þessi leikur. Sem vinnur þetta uppkast. Atli setur hann beint í og þessi munið engu þarna að Hafnfirðingar ná í breakaway. Baltasar nær þessari sendingu sem betur fer. Og sem ég mig grunnaði, hann myndi reyna að láta eitt stinga sér bak við hann. Það var Atli Sveinsson heldur pekkinum, kominn djúpt, missir hann frá sér, Unni sækir í hornið, 2 sekúndur eftir, þetta rennur út. Við erum á leiðinni í framlengingu. Það er bara þannig. Það sem liðin spila 3 á 3. Líklegast í 5 mínútur að ég held. Og ef það er ekkert skorað, þá fáum við bara vítakeppni. Það er hérna 3 mínútna pása. Ég ætla bara að slökkva á baknum og á andanum hérna rétt á meðan.
Jæja, kæru áhorfendur, við ætlum að byrja þessa fremlingu, 5 mínútur af 3 og 3. Það er það Hafnfirðingar sem að vinna pökkinn þetta fyrst. Það var Styrmir Mokk með Björn Róbert á ferðinni, missar það pökkinn, þá kemur Jóhann Leifsson, þetta Akureyringar komið hratt upp, Haffi, Gunni keyrir inn á mark, en með Jóhann fyrir aftan sig, Jóhann í færi, Radikver, enn og aftur. Það sem gildir hérna í þessu 3-3 er að halda pekkinum innan liðsins, frekar bara að fara út úr sóknarsvæðinu og halda pekkinum í stað fyrir að taka óþarfa séns á missan. Akureyringar fara í skiptingu, Unnar Hafberg yfir á Róbert Hafberg. Róbert Hafberg kemur á ferðinni. Og fer bara upp, Finnur. Ekki nógu góð sending á Unnar hérna. Unnar kemur þessu upp á Atla. Atli missir hann frá sér. Björn Róbert í færi. Tekur dýfuna og fær dóm! Nei! Herðu! Ég vil kannski skamma fyrir þetta, en þetta var veikur dómur. Atli fær hérna 2 mínútur. Ég ætla samt að horfa á þetta aftur. Hérna í Símoni hjá mér. Þá fá Hafnfirðingar færi, 4-3. Hann hreinlega bara leggst á magan hérna. Jæja. En Hafnfirðingar fá tækifæri 4-3. Og þarna geta sko sannarlega verið hættulegir. Þeir eru með 4 stórhættulega leikmenn hérna inn á. Og hvað er að gerast núna? Andri að vera í boxi líka. Hann er hugsanlega að fá að auka 10 mínútur eða eitthvað fyrir kjaft, sýnist mér hann Atli eða eitthvað, ég veit það ekki. Allavega fyrir Andri Sverris í boxi líka. Nei, jú, ég veit það ekki. Það kemur í ljós. En Hafnfirðingar kom upp í sinn. Það er Björn Róbert, Finnur Heiðar hérna. Björn Róbert, slakur á bekkinu bara, Heiðar niðri, aftur Björn Róbert. Leitar að fjärstönginni, Gunni kemur þessu út. Heiðar fer upp í pressunarólur. Kemur Egill Þormóðsson upp í sinn. Gunni setur pressuna, Heiðar Gauti. Styrmir með pökkinn, setur hann yfir á Björn. Styrmir, Björn. Styrmir aftur, býð eftir færinu. Björn Róbert með skoti sem að Róbert Stengris ver. Verður maður fyrstur í þennan pökk. Þessi verður að fara út. Þetta getur orðið dýrt. Gunnar Arason yfir tíma, setur hann bara djúpt og þeir fara í skiptingu Akureyringar. En Björn Róbert er ekkert að vera í skiptingu. Ég hef nánast lagt húsið mitt að veið. Hann fer ekki út af þessari framlengingu. Já, ok. Það var gott ég lagði það ekki undir þessu, hann er farin út af. Unnar Hafberg kemur þessu yfir á Dagur bara hreinsar. Það var að Taylor Swallow lappar upp. Tekur bara skotið sem Róbert Stengirsson ver. Róbert ver þetta. Þetta er... Og SA-menn eru orðnir 4 aftur. Andri Sverris kemur inn á. 4-4. Dagur setur hann bara næst í mark hérna. Taylor tekur skot sem Unnar blokkar. Og Dagur finnur Unnar. Og Andri Sverris kemur upp. Brotið Andra. Dagur í færi í skot. Radikver og við erum að fá dóm.
Þá fá Akureyringar tækifæri, einum fleiri, síðustu 1 mínútuna og 42 sekúndurnar. Andri Sverris eitthvað að spjalla við Alex Kótalek hérna. Það vantar ekki dramatíkina í hérna leik hérna maður. Það eru Jói, Haffi, Gunni og Uni sem að ætla að freista þessar en að skora hérna, einu fleiri. Jói tekur þetta uppkast, Uni, Gunni, Jói, Haffi. Sett hann bara drengur. Færi, Radek verið þetta aftur. Og hann liggur bara. Ég hérna var nú að skoða þennan dóm, hann er svona álíka ódýr á dómurinn sem að Hafnfirðingar fengu á hann. Þannig að þetta, ég var að segja þetta sé bara á sléttu hérna. Og Hafnfirðingar komast inn í þetta og koma bekkinum út. Gunni Ara lappar inn í svæðið. Það gengur nú bara tímastrákar. Jói Leifs heldur bekkinum, finnur Gunnar. Jói og setta núna drengur. Aftur verið Radek. Haffi finnur Jóa. Jói leitar að Gunna hérna hinum meginn. Fær hann aftur. Haffi reynir að fara á fjallstöng hérna en það klikkar. Kemur Dagur Jónasson inn á. Jói. Já! Jóhann Már Leifsson! Takk fyrir takk! Neglir hann bara! Og klára leikinn fyrir Akureyringar. 6-5. Þetta var óvænt. Þetta kom mjög óvænt. Geggjað skot frá Jói hérna. Reynilega bara lappar inn í svæð og hamrar hann í vinkilinn. Hann er fór það. Hafnfirðingar eiga góðskili fyrir geggjaðan leik. Einhverjir þeirra hérna eitthvað hálfsvektir og fara bara út á þess að taka hendurnar á munnum. Það er eitthvað lélegt. Flestir hérna bara flottir, taka hendur og eins og á að gera. Leikurinn er búinn. Hvílíkur leikur! Já. Þeir 400 sem að koma í Skauthöllina og horfa á þennan leik fengu sko nóg fyrir peninginn. Ég ætla að segja þetta gott í dag. Takk hérna fyrir mig, Rúnar Freyr Rúnarsson heiti ég og við sjáumst bara í næsta stríði.